Nei, ég held að það þurfi ekki meira. Já! Sér smá eftir sjáparinn. Well deserved. Má þetta? Let's do this. Þetta endanlega útgáfa. Ég ætla ekki að taka þetta aftur upp. Ég veit ekki hvort ég þurfa að kynna mig af því að þeir sem eru að fara að horfa á þetta eru annarkvort skildi mér eða vinkonur mínar en kannski ykkur í fæðingarorlofi sem eru að fara að horfa á þetta af því að ég man þegar ég var í fæðingarorlofi þá horfði ég á fullt af einhverjum random vloggum og YouTube-vídeóm ykkur svona heillausu þannig að kannski ykkur í fæðingarorlofi hér og fyrir þá heiti ég Hekla og 27 ára gömul og bý akkurat núna í Stokkhólmi. Ég mastersnemi í KTH í rekstrarverkfræði og bý hérna með Garðari, kærastanum mínum og börnunum okkar tveimur sem eru 1 árs og 3 ára. Og já, klukkan 9 akkurat núna á föstudegi og ég að fara í smá svona shake-out run. Af því að á morgun ég að fara í hálfmaraþon og það var hægt að hafa eftir mér fyrir sko svona 3 vikum síðan að ég myndi aldrei fara í hálfmaraþon ég myndi aldrei hlaupa bara lengra en svona 10 km af því það væri bara óhollt og eitthvað og svo, þið vitið, middle life crisis eitthvað skrá ég mig í þetta hálfmaraþon fyrir svona 10 dögum síðan þannig að ég að fara í það á morgun það svona menninganótt hérna á morgun þannig að, já, en mér finnst samt eitt smá pirrandi við þetta að, sko, það ekki lengur einhvern veginn í dag eitthvað frásagnarvert að hlaupa hálfmaraþon. Sko, vinkonur mínar eru margar hverjar að æfa fyrir sko heilt maraþon og þær eru bara að fara í 30 km hlaupatúra bara á þriðjudegi og eitthvað. Þannig að, en fyrir mig, hálfmaraþon, þetta alveg langt. Ég hef ekki hlaupið svo langt áður. Þannig að við sjáum hvernig þetta fer. Ég að fara niður í bæ og eftir með Garðari og ég ætla að sækja númerið mitt og kíkja aðeins á hlaupadót og eitthvað. Garðari að fara að hlaupa Laugaveginn í sumar og maraþon í maí þannig að hann með þessa hlaupadöllu. Mér finnst persónulega svona skemmtilega að lyfta og eitthvað en það bara svo næs að geta hlaupið þegar maður á börn og þú veist, það hefur kannski bara 20 mínútur hálftíma eða eitthvað. Þannig að, já, en komið með mér að hlaupa. Teppinu og húfu fyrir Hafstein, þannig að við þurfum að jogga með það. Garðar ætlar að segja hæ við the vlog world. Hæ. Hann finnst það svo óþægilegt. En hann þarf bara að komast yfir þetta. Sko, ég veit ekki af hverju við förum stundum saman út að hlaupa. Ég og Garðar því að við erum ekkert að hlaupa saman. Ég alltaf að elta hann. Þetta var bara fínt, en ég trúi ekki að ég sé að fara að hlaupa 5 sinnum lengra þetta á morgun. Sé smá eftir þessu ákvörðun, en áfram gafn. Setjast í sólina að borða áður við sækjum hlaupagögnin og já, Garðar fyrir sér gellidrykk. Ég fekk mér gellisalat. Ok, þá maður kominn með þetta.
Og við fórum líka í sample sale sem við rákum stórt á. Þannig að ég skal sýna ykkur þegar ég kem heim. Þú væri svo ótrúlega bra kombi. Gjør ingenting när vi nu skojar du. Hastigheten är gammal. Men Mette Sora har sagt att hon är... Okej, heyrðu, við erum komin heim. Búin að sækja gæluna. Ég náði ekki bara í hlaupanúmerið mitt, heldur ég var að kaupa þennan tracksuit, löbbuð minna okkur á lagersölu. Hann er geggjaður. Bara geggjaður svona heimagalli frá Björn Borg. Kostaði ekki neitt, gef hann ekki gjald. Á lagersölu þá gat maður fengið líka þessa hérna snyrtitösku með sko 10 nærbuxum eða eitthvað. Þannig ég keypti þetta handa Garðari. Eða hann keypti sér þetta. Þetta er Uniqlo handa Mettu. Þetta er svo sætt. Svona tracksuit. Með svona, þetta er svona vind. Þannig að þetta eitthvað mjög mikil hlýð. Hvað fannst þér þetta? Fínt. Fínt, ok, henni fannst það fínt. Mér fannst þetta alltaf mjög cute. Ég held að þú væri mjög sætt í þessu. Já. Viltu fara í jakkan? Ok, gælla. Og ég hafa líka buxuna. Já. Ok, og Uniqlo er sko slaying right now. Keypti þessa, ég á sko 2 svona aðrar. Þetta er alveg eins og Lululemon peysunar. Snilldar æfingar og hlaupapeysur. Ándjóks, go run. En þetta er sko 3.000 ódýrar heldur en Lululemon. Og keypti líka hlaupajakka. Misti mig smá. Ekki hlaupaanga. Ha? Ekki hlaupa. Hann er bara svona þunnur. Mér vantaði bara hvítan. Ég á svartan og ég nota hann oft. Ekki svartan. Ég þarf ekki að hlaupa. Mennileg hlaupajakki. Sko, Uniqlo er slaying akkurat núna. Miklu ódýrar heldur en Lululemon og Nike og eitthvað. Ógeðslega góðar vörur. Renna. Ok, sjáu þið okkur gælunar í nýju vindjakkanum okkar? Ándjús, ég er svo ánægð með hann Galla. Ég gerði góð kaup að mínu mati. Vala vinkona er að horfa á þetta sem er grænmetisæta. Þá so sorry, en ég verð að setja pepperoni á pítsuna mína. Og það er eitthvað kreif sem að byrjaði sko að því ég borðaði ekki pepperoni mjög lengi. Eða bara aldrei, fyrir en ég var ólétt að Mettu. Og þá allt í einu bara var ég að kreifa pepperoni pítsu og eitthvað sem ég hafði aldrei borðað áður. Og svo hefur það bara ekki farið því miður. Það er skemmtilegt að eiga piparost í kvöld fyrir þetta pítsukvöld. Heyrðu, hvað ert þú að gera? Ég gafst upp og ég leyfði henni bara að halda áfram að gera eitthvað þarna. Og svona lítið pítsun út right now. Vantar kannski döðlur. Ok, það er komið matur. Komið. Já, komið, það er matur. Sen kommer jag. Sen gillar jag inte mamma. Sen gillar jag bara pappa. Nej.
atriði í sendur sig. Ok, race day. Klukkan 8 og ég held að ég hafi aldrei á ævi minni verið jafn óskipulögð. Ég veit, Bjáræti. já, ég veit ekkert í hverju ég ætla að hlaupa, ég veit ekki Airpods mín. Já, viltu koma líka? Svona er þetta, þið veitir, það er ekki eins og það gefist mikill tími til að plana þetta, en já, ég veit ekki eins og hvaða gel ég ætla að vera með, ég er ekkert búin að plana neitt. Ég veit ekki, það er eins og mér langar að þetta mistakist. Nálin, mamma. Nálin? En já, vonandi bara leysast þetta allt. Ok, morgumatur, kaffi, happy hydrate og brauð. Ég veit ekki hvort sé ömurlegur morgumatur, kannski ekki. En svo ætla ég að fá mér 1 banana á eftir svona klukkutíma fyrir hlaupið eða eitthvað. Og hérna eru gelin sem ég fann og ætla að hlaupa með. Ég ætla að taka 1,5 tíma fresti. Sjáum hvernig það gengur. Heyrðu. Sorry, en akkur fara börn alltaf þarna upp á? Hvað er ég að gera? Má þetta? Ef ég er illa nærð þá er það því að ég fekk bara að borða helminginn af morgunmatnum mínum. Finnst þér að þetta verið þessu eða þessu? Þessu. Þessum sokum? Já. Alright. Nei, maður á að sitja á strax, þú er ekki verið að sitja á því það. Ég ætla ekki með númerið í lestina, það er ekkert eðlilega plapalegt. Eins gott að vera mikið að hlaupa þetta hlaup saman. Þú ert svo mikil amatör. Finnst þið það, Hafsteinn? Er ég amatör? Look at the fit. Vesti af Garðari. Alls ekki íþróttahúa. Stullur. Svo er ég í sokkum á Garðari en ég ætla að draga svona compression hlífar upp. Og þetta eru sko sokkar í 42 og ég er í 36, þannig að ekki kannski það sniðasta, en við höldum áfram. Ok, ég er komin í lestina. Mér líður svona smá eins og ég sé 10 ára. Ég er með einhvern veginn á leiðin á sundaðingu eða eitthvað. Ég er með bakpoka og svolítið fárlega klædd og eitthvað. En já, þetta veitir ekki gott. Ég var móð við að labba upp tröppurnar. Ég veit ekki hvort ég er búin að borða nógu mikið. En við sjáum til. Þetta fer eins og þetta fer. Ég er frá að hlaupa með Áslaugu, sem er íslensk stelpa sem býr hérna líka. Hún er algjör hlaupanegla, þannig að sjáum hvort ég nái að halda í við hana. En ég held að þetta verður bara stemning og stuð. Ég er mjög spennt. Ok, við erum komin inn á startlínuna. Jæja. Við erum búin að eignast vini. Lycka til! Status, 18K. 18K. 5:30 pace. Gott nammi, þöskunni, góða skapið. Let's go! Status, bara svona, koma okkur í gegnum þetta. Eitt skref einu. Róm var ekki byggt á einu degi. Hvernig var þetta? Skalan 0 til 10? Þetta var 10,5. Þetta var algjör hápunktur. Geggja veður, geggjaði stuðningsmenn. Love it! Nú bara bjór. Sjamba. Heyrðu, hlaupið í gær gekk bara vel. Kláraði með undir 2 tímum sem var klárlega markmið. Hljóp með Áslaugu sem er algjör negla og eins gott að hún var hana með því að hún dró mig áfram svona síðustu, ég myndi segja fyrstu 15 hafi verið bara næs, eða svona þokkalegir. Og svo síðustu 5 voru sko ekki tjela næs. En ég gleymdi líka að taka 3. og síðasta gelið. Sem hefði örugglega hjálpað svolítið, þannig að ég man það næst. Þannig að, já, mjög gaman, er ágætt í löppunum, en hef ekkert mikinn tíma til að vera eitthvað
hvíla. Nú er maður bara að leiða í hjólatúr og sund og eitthvað. En já, svo er ég að reyna að finna hérna, ég er alltaf að leita að eitthvað svona koffíndrykk sem er ekki með 180 mg af koffínu. Svíarnir bara selja það ekki. Þannig ég er alltaf eitthvað að prófa eitthvað svona gett random drykki, þú veist, ég veit ekkert hvað drykkur þetta er, en þetta er 165 mg. En ef að þið, einhver sem býr í Svíþjóð veit eitthvað svona mjög góða, ekki og mikið bragð og engin sykur, þá hit me up. Smá taste testa þannig. Það er sko 10 g prótein í honum. Ég þá ekki að blanda próteini og orkudrykkjum sko. Þetta er allt og sætt. Allt og sætt, ok, hit me up ef þið vitum eitthvað sem er aðeins minna sætt. Ok, ég ætla að enda vloggið hérna, mjög óábyrgt að enda það hjálmlaus á hjóli, en já, bara við erum að hjóla í sund. Það er ekkert sem lætur við sakna Íslands jafn mikið og lélegar sænskar sundlaugar. En ég ætla að enda þetta á jákvæðu. Takk fyrir að horfa og endilega ef þið eru með eitthvað komment hvað maður betur fara, bring it. Við skulum sjá til hvort ég við postum þessu, ef ég posti þessu. En já, sjáumst.